Þá eru við komin að 5. liður á dagskrá tillaga til þingsályktunar borgarstefnu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka í stjórnina og gefa mér orðið. Málstekur bæjarfulltrúi Hafnardar Friðjónsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þann 13. mars síðastliðinn mælti Eyjólfur Ármannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, fyrir þingsályktunartillögu borgarstefnu fyrir Ísland. Í stefnunni felst annars vegar að styrkja höfuðborgarhlutverk Reykjavíkur, höfuðborgarsvæðið og borgarsvæðið í heild og hins vegar að festa Akureyri í sessi sem svæðisborg og skilgreina og efla hlutverk hennar og borgarsvæði. Eða svo að vitna sér í ráðherra með leyfi forseta, með borgarstefnu höfuðborgin viðurkennd sem leiðandi afl og mikilvægi hennar í byggðastefnu stjórnvalda skýrt. Á sama tíma viðurkennd sérstæða svæðisborgarinnar Akureyrar og mikilvægi hennar fyrir alþjóðlega samkeppnishæfni landsins og sjálfbæra þróun, búsetu og lífsgæði á Norðurlandi öllu og austur land. Markmið borgarstefnu er að styrkja stöðu Íslands í harðnandi alþjóðlegri samkeppni fólk og fyrirtæki og stuðla að samspili þéttbýlis og dreifbýlis til uppbyggingar sjálfbæra byggðarlaga. Haft eftir Eyjólfi á OECD hafi lagt mikla áherslu á að ríki móti sér sérstaka borgarstefnu sem stuðli að sjálfbærum vexti borga og borgarsvæða og aukinni skilvirkni sem lið í að efla samkeppnishæfni viðkomandi svæða. Í þingsályktunartillögunni borgarstefnu er gerð svohljóðandi grein fyrir framtíðarsýn fyrir Reykjavík, Akureyri og borgarsvæðin með leyfi forseta. Höfuðborgin Reykjavík. Ríki og borg standi saman að því að efla höfuðborgina og lyfta henni á alþjóðlegri samkeppni borga, enda er Reykjavík miðstöð viðskipta, stjórnsýslu, menntunar og menningar í landinu og megin gátt inn í landið fyrir sameiginleg verkefni, alþjóðatengsl, vöruflutninga og fjárfestingar. Borgarsvæði Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins verði eflt í alþjóðlegri samkeppni borga sem laðar að sér öfluga fjárfestingu og eftirsóttan mannauð. Við ákvarðanir skipulag og uppbyggingu innviða verði horft á höfuðborgarsvæði og borgarsvæði allt sem eina heild þegar kemur að atvinnusókn, búsetu og samgöngum innan þess. Akureyri verði skilgreind svæðisborg og hlutverk hennar sem slíkra mótað í samstarfi ríkis og Akureyrar. Svæðisborgin verði efld sem drifkraftur í þjónustu og menningarlífi íbúa og nærliggjandi byggða og sérstæða svæðisins nýtt í því skyni. Borgarsvæði Akureyrar samhliða mótun hlutverks Akureyrar sem svæðisborgar verði borgarsvæði hennar þróað og unnið að eflingu þess og stækkun í samstarfi ríkis og hlutaðandi sveitafélaga. Afraksturinn verði stærri og öflugri atvinnusvæði sem er jafnframt eitt búsetu og þjónustusvæði. Við ákvarðanir uppbyggingu innviða verði horft til þess að styðja þá þróun. 5 lykil viðfangsefni eru síðan skilgreind í stefnum til að stuðla því að framtíðarsýn hennar verða veruleika, en þau eru með leyfi forseta. Númer 1. Atvinnulíf, fjárfestingar og nýsköpun. 2. Alþjóðlega samkeppnishæfni. 3. Innviðir og umhverfi. 4. Heilbrigðis- og félagsmál. Og 5. Menntun og menning. Við hér þekkjum vel þá vinnu sem farið var í mótun borgarstefnu árið 2022 sem bæjarfulltrúarnir Hilda Jana Gísladóttir og Gunnar Már Gunnarsson tóku þátt í ásamt bæjarstjóra. Þingsályktunartillagan sem nú liggur fyrir liður í aðgerðaáætlun stefnumótandi byggðunaráætlunar og er gert ráð fyrir að borgarstefna verði þannig hluti á byggðastefnu landsins. Það kemur fram að markmið aðgerðarinnar er að 2 stærstu þéttbýlissvæði landsins verði efld og samkeppnishæfni þeirra styrkt. Það er ánægilegt að sjá á mínu mati að svo vinna sem farið var í skili sér nú í þingsályktunartillögu til nýrra ríkisstjórnar. Þannig ætla má að það sé mikil samstæða á þinginu málið. Þetta byrjaði náttúrulega síðasta kjörtímabili með þeirri ríkisstjórn og nú er komið ný og það er bara mjög ánægilegt að þarna séu allir að stíga og ganga í takt í sömu átt. Ég ætla aðeins að nefna hér nokkur atriði sem koma fram í tillögunni en í grein 5.2 borgarsvæði Akureyrar kemur fram með leyfi forseta að lagt sér til að Akureyri verði fest í sessi sem svæðisborg og hlutverk hennar sem slíkra verði móta áfram í samstarfi ríkis og Akureyrar. Borgin verði efld sem drifkraftur í þjónustu og menningarlífi íbúa og nærliggjandi byggða og sérstæðasvæðisins nýtt í því skyni. Borgin hafi skilgreinda ábyrgð og hlutverk sem þjóni íbúum og atvinnulífis í landshlutanum og eftir atvikum á landsvísu. Það fælist einkum í þjónustu og stuðningi við nærliggjandi byggðir en á móti kæmu
ákveðin réttindi sem fælu í sér skýrari tilkall til sameiginlegrar gæða landsins til að geta staðið undir hlutverkinu og nauðsynlegri fjölbreytni í þjónustu. Þetta tel ég ákaflega mikilvægt og einmitt mikið rætt meðal bæjarfulltrúa þegar vinna hópsins var í gangi. Þá tekið fram með leyfi forseta að í skilgreiningu og viðurkenningu á sérstöðu Akureyrar sem svæðisborgar felst meðal annars að skilgreint verði hvaða þjónustu eigi að bjóða upp á þar. Segja má að þar sé fjölbreytni og sérhæfing veigamest en í sumum tilfellum með þjónusta svo sérhæfð að varla er hægt að finna henni stað nema á 1 eða 2 stöðum á landinu og þá á borgarsvæðinum. Hér er fyrst og fremst horft til sérhæfðar heilbrigðisþjónustu, opinberra þjónustu, menntunar, rannsókna, félagsþjónustu og öryggismála og menningarlífs. Það er ljóst af þessu að halda þar vinnunni og samtali við ríki áfram og ég tel mikilvægt að sett verði fram aðgerðaráætlun samhliða því að tillagan verði samþykkt. Við vitum jú vel að falli orð á blaði þau þýðir ekki endilega að það komist í verk. Það þurfa að fylgja því aðgerðir. En hvaða svæði erum við að tala þegar við tölum borgarsvæði Akureyrar? Jú, það er verið að gera ráð fyrir að ná Eyjafjörð og einhverju marki austur til Húsavíkur og Mývatnssveitar. En ég tel að þetta sé ekki síður hérna vesturum, en þetta er Norðurland allt og Akureyri sem hinn borgin geti með tíð og tíma þróast í sambarlegt svæði eins og Suðvesturhornið. Ef við gefum því tækifæri, þar að segja ríkið stíginn með meiri afgerandi hætti heldur en nú er gert. Og það má segja að Akureyri sé nærtækast þegar það kemur að því að velja sér nýtt borgarsvæði. Akureyri, þetta er náttúrulega langstæðsti þéttbýlisstaðurinn utan höfuðborgarsvæðisins og hefur þannig besta forsendur til þess að bjóða upp á lífsgæði og tækifæri borgar. Í þessari stefnu er jafnframt að finna hugmyndur hvaða aðgerða væri hægt að grípa til og vitna í þá vinnu sem hópurinn skila af sér til ríkis. En það er nefnt með leyfi forseta að auka þurfi námsframboð og háskólastigi sem muni að hafa margvísleg áhrif í átt til borgarsamfélags. Efla þurfi samstarf háskóla á Akureyri og sjúkrahússins á Akureyri fyrir báða stofnanir og samfélagið í heild. Auka þurfi fjármagn til stofnana á sviði menningarmála en slíkt gæti valdið straumhvörfum í menningarlífinu á Akureyri og haft víðtæk áhrif allt borgarsvæði og fleira er nefnt, svo sem mikilvægi millilandarsflugs og að opna aðra gátt inn í landið. Við töluðum nú mikið hérna þegar vinna stóð sem hæðist að svona með leyfi forseta að sletta þess hérna low hanging fruits, það væri menningarmálin. Að stíga fastar inn í þau í gegnum menningarsamningin væri kannski svona fyrsta skrefið sem væri auðvelt fyrir ríkið einhvern veginn að taka. Vitnað er í samkeppnisgreiningu Akureyrarbæjar þar sem helstu styrkleikar atvinnulífs og Akureyri eru tíundaðir og það er mikilvægt þess að efla nýsköpunarumhverfi innan svæðisins meðal annars með uppbyggingu vísinda og tæknigarða við háskólann á Akureyri nefnt. Þá að lokum með leyfi forseta tekið fram að tryggja þarf framboð húsnæði viðráðanlegu verði sem hentar ólíkum þörfum. Við gerð húsnæðisáætlana þarf að meta íbúðaþörf út frá spám mannfjöldaþróun með hliðsjón af fjölgun innflytjenda. Við gerð borgarskipulags verði horft til fjölbreyttra þarfa fólks með áherslu á þétta og blandaða byggð þar sem hægt er að sækja þjónustu á auðveldan hátt og fara á milli með almenningssamgöngum, hjólandi eða gangandi. Öflugar almenningssamgöngur innan borgarsvæðana eru lykilatriði fyrir stóran hóp. Við hljótum að fagna því að ríkisstjórn setji málið á dagskrá með þessum hætti og ég vil að lokum lesa hér upp til sameiginlegri bókun bæjarstjórnar en hún hljóðar svo. Bæjarstjórn fagnar framkominni þingsályktunartillögu borgarstefnu sem felur í sér að svæðisbundið hlutverk Akureyrarbæjar verði staðfest. Bæjarstjórn hvetur jafnframt til þess að unnin verði aðgerðaáætlun svo að innleiðing stefnuna gangi eftir. Að öðru leyti leggur bæjarstjórn fram meðfylgjandi umsókn og við höfum undir fundagerðinni verður hægt að finna umsóknina sem Akureyrarbæjar sendir við málið. Takk bæjarfulltrúa Haldibjörg Friðjónsdóttir fyrir mjög stjórn fundinum. Takk fyrir það. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna því að sjálfsögðu að við séum að ræða þetta mál hérna í dag og fagna því eins og bæjarfulltrúi Hallabjörg nefndi hérna áðan að þetta mál virðist vera að lifa á milli kjörtímabila. Mér langar bara örstutt að að því að þetta er
þegar við erum að vinna í þessum stjórnmálum og ekki síst á sveitastjórnastiginu en líka bara í landsmálunum, þá snýst svo margt stefnumótun. Stefnumótun sem hljómar stundum, svo óljós og eitthvað inn í framtíðina á móti því að gera eitthvað núna. Þessi umræða Akureyri sem bæ eða borg sko ofboðslega gömul og það hægt að fara allt held ég aftur til ásins 1930 og eitthvað til að skoða þessa hugmyndafræði sem að byggir það á því hvernig við ætlum að skipuleggja Ísland og taka einhverja ákvörðun það og fara í einhverja aðgerðir til að tryggja þá sýn. Við höfum auðvitað séð að við höfum orðið borgríki. Innan hvítanna tveggja eru hvað 80% þjóðarinnar eða 80% þjóðarinnar búsett. Það að segja á áhrifasvæði höfuðborgarinnar. Ef við skoðum það sem við myndum reyna að kalla áhrifasvæði Akureyrar gætu við verið að tala svona 11%. Þegar við erum komið þessi 2 svæði þá erum við komin upp í 91 eða 92 fyrir eftir hvernig horft á það. En engar síður náttúrulega gríðarlegu munur að þó að þetta sé stór þéttbýliskjarni utan höfuðborgarsvæðisins, þá líka mörg sveitafélög stór á höfuðborgarsvæðinu. Og það kannski lykilatriði í umræðinu, það ekki endilega fjöldin sem að býr bara á svæðinu, heldur líka að það sérstaðan við fjarlæðina þá frá höfuðborginni. En Þóroddur Bjarnason, hann fór mikið að ræða þetta fyrir ansi mörgum árum síðan og ég held að það hefði verið árið 2015 sem var haldin ráðstefna hérna upp í Háskólanum á Akureyri undir þessari yfirskrift, Akureyri bær eða borg. Og það var nú mikið hlegið og gert grín að þessari hugmynd fyrst og margir og enn eru svona sumir sem að fara einhvern veginn sko í eitthvað svona, fá eitthvað ónota tilfinningu og jafnvel með eitthvað svona neikvæða tilfinningu gagnvart hugtakinu borg yfirleitt. En borgir eru alls konar. Borgir geta verið risastórar háhýsabyggingar með hraða og spennu og þær geta verið litlar sætar borgir þannig að það orðið og hugtaki borg eitt og sér má örugglega túlka á ýmsa vegu. En það sem við höfum allavega verið að horfa á þá hvaða hlutverk á að vera þetta. Í fyrsta lagi viljum við búa til einhvers konar jafnvægi milli þessa í borgríkinu Ísland viljum við að lágmarki reyna að fara að búa til annan kost. Það var síðan, en þetta ekkert alveg auðvelt og við heyrum það alveg og ég held að flesti sem að hérna inni sitja sem að hafa rætt við fulltrúa í sveitafélögum víða landið, setja bara stórt spurningamerki við það af hverju eigi að fara í þessa skilgreiningu, hvað þá að eigi að fjármagnana og af hverju við en ekki þau og svo framvegis. Þannig að þetta ekki þannig að það séu allir 100% sáttir við þessa nálgun og ég held að við þurfum að vera dálítið vel meðvituð það. Ekki síst út frá því að sko hvaða ábyrgð og kröfur fylgja því að vera borg. Fyrsta lagi hvaða ábyrgð og kröfur fylgja því að vera höfuðborg. Það er nú til dæmis spurning sem að hefur oft verið fleygt fram. En það er líka ábyrgð í fólkinni því að vera þá svæðisborg ef að það er það sem umræðir. Og nota bene það er allavega engin mér að vitandi að tala að breyta nafninu á sveitafélaginu. Við vorum að fara úr því að vera Akureyrar kaupstaður og höfum fært okkur upp í það að vera bær. Það getur vel verið á einhverjum tímapunkti vilji fólk breyta nafninu en spurningin er hlutverkið. Hlutverkið, hvað á að vera hvar? Af því ef það á að skilgreina og skipuleggja bæði svona opinbera en líka samgöngur og fleira, þá þarf að vera einhver ákvörðunartaka vegna þess að það getur augljóslega ekki verið allt allstaðar. Það getur ekki allstaðar verið landspítali með öllu því sem tilheyrir. En hvað á að vera hvar? Hversu stórt á það að vera? Allt frá þá sjúkrahúsi yfir í sérgreina sjúkrahúsi, yfir í heilsugæslu, yfir í lækni sem að hægt að hringi eða hvaða dæmi sem við myndum taka í þessu samhengi. En það gerðist nefnilega árið 2019 þegar var verið að vinna að sóknaráætlun Norðurlands eystra að þá lagði ég allavega að það til að við myndum setja það inn í okkar sóknaráætlun að skilgreina borgarhlutverk Akureyrar. Og þá svona inspireru það þessari umræðu meðal annars frá Þóroddi. Og það varð mjög skemmtilegt samtal og mikilvægt og verðmætt meðal sveitafélagana í þessum landshluta okkar, þar að segja á Norðurlandi eystra. Og það er svona ein af stóra ástafanum fyrir ég vil koma hérna upp er að minna okkur á
að samaskapi og við setjum fram ákveðnar kröfur á til dæmis okkar höfuborg sem við eigum að gera og mér finnst hún eigi að hafa ákveðnar skyldur, þá mun þessu ekki aðeins fylgja sérstæða og styrkur heldur líka ábyrgð og virðing sem að mér finnst mikilvægt að við hugum að því þetta snýr ekki aðeins að sveitafélaginu, þetta snýst fyrst og fremst íbúana. Hvernig getum við þjónustað og bætt og auki lífsgæði fólks sem að býr óháð sveitafélaga mörkum, hvar þjónustan og hvernig ætlum við að skipuleggja okkur. Það var síðan árið 2020 sem var samþykkt áhersluverkefni hjá SSNI að fara í það að móta borgarstefnu fyrir Akureyri og skilgreina svæðisbundið hlutverk staðarins sem stærsta þéttbýlisins utan höfuðborgarsvæðisins. Og við höfum þá samband við RHA og það skemmtilega sem gerðist þá var að þáverandi sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi hafði einfaldlega samband og vildi bara koma inn í þetta verkefni. Sagði bara, við viljum bara fara með ykkur í þessa vegferð. Og mér fannst það mjög virðingavert og merkilegt skref hjá ráðherra. Og úr varð að við fórum inn í vinnuhóp þar sem að við settum frá okkur skýrslu svæðisbundið hlutverk Akureyrar. Í kjölfarið var síðan önnur vinna sem að einmitt bæjarfulltrúi Gunnar satt meðal annars fyrir okkur hönd og vil ég þakka honum fyrir hans framlag í þeirri vinnu. Og við erum komin þó hingað í dag. Það má alveg setja spurningamerki við byrja okkar hverju skilar þetta okkur. En ég allavega finn það að í umræðinni, þá hvað sem gerist síðan í kjölfari, sem ég held að geta orðið miklu meira og miklu stærra, að við höfum, ég upplifa allavega að hafa fundið hluti þar sem að fólk leggur einhverja vikt í þessa hugmyndafræði. Nýverið var til dæmis tekin ákvörðun að skilgreina varasjúkrahús á Akureyri. Settast að vinna við það, hvað þýðir það, í hverju felst það, sem er óbúslega mikilvægt. Við erum seinna á fundinum í dag að tala háskólan á Akureyri. Hvert er hlutverk hans í svæðisbundnu tilliti? Og svo mætti lengi telja, hvort sem það er lögregla, samgöngur, millilandaflug og svo mætti lengi telja. Hver viljum við vera? Og stundum þarf að taka einhver ákvörðun að beina farvegi vassins í einhver ákveðna átt ef við viljum ekki að renni enn áfram í þann farveg sem búið er að móta. Og til þess þá þarf einhvern veginn að skipta kúrs og hugafar. En í þessu eins og öllu öðru þá er ekki hugafarið eitt og sér sem kemur okkur á leiðarenda. Við þurfum auðvitað að sjá að það fylgi aðgerðir og það skiptir máli að smá saman verði stigin markviss skref. Ég bind mjög mikla vonir við það að menningarsamningurinn okkar verði einmitt eins og bæjarfulltrúi Halla nefndi, tákgrænt gildi í þessu samhengi en líka fjölmargt annað. Þannig að manni líður eins og þetta sé óbúslega löngu vegferð, hafi stundum svona haft efasemdir hvort að það sé verið að setja púður í rétta hluti, en ég er sannfærð að það eru færri sem fara á innsói þegar við tölum svæðisbundið hlutverk Akureyrar eða svæðisborgin Akureyrar núna heldur en þá og fleiri hafi velt í fyrir sér hvernig það eigi að vera til framtíðar og það sé meiri vilji núna en oft áður til þess að horfa þannig á málin og ég bind bara mjög mikla vonu við það að við verði þetta samþykkt, þessi stefna, að við verðum traustsverð til þess að sinna líka ábyrgðarskyldu okkar gagnvart okkar nær samfélagi og okkar áhrifasvæði og sínum auðmýkt í því hlutverki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, herra bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka bæði bæjarfulltrúi Höllu og bæjarfulltrúi Hildunu fyrir afar yfirferð með þessa vinnu og hrósaði mitt bæjarfulltrúa Gunnari fyrir afar góða vinnu í svæðis höfuðborg Norðurlands. Bæjarfulltrúi Hilda nefndi að við þurftum að halda vel á spilunum með eigendastefnuna. Mér finnst í þessu máli að við þurfum að vera mjög grimm að fylgja eftir hvað þetta þýðir, svæðis höfuðborg Norðurlands. Til að byrja með erum við með nokkuð mál sem eru búin að bíða. Ég ætla bara að nefna hér eitt eins og aðflugsbraut RNP-ARR sem átti að vera einföld aðgerð sem við erum enn að bíða eftir. Kostar litla 15 milljónir og það myndi hjálpa millilandaflugi til dæmis mjög mikið.
Vetraíþróttamiðstöð, ég held að við séum búin að tala um það í 15-20 ár sem myndi styrkja hér vetraíþrótta greiðlega. Ég einhvern veginn sé ekkert gerast í þeim málum og mun held ég bíða næstu menn í lifi bara held ég. Það eitthvað svona mál sem að virðist vera bara ganga mjög hægt og virðist ekki gerast neitt í. Ég fagna mjög þessari umræðu og við séum að verða hér vonandi með varasjúkrahús. Ég fekk póst dag að það líti vel út með þyrlupallin sem afar jákvæða fréttir sem líti illa út í fyrra. Þannig að það besta mál og þá stækkunin með þyrlupallinum að vera vonandi varasjúkrahús og í framtíðinni háskólasjúkrahús. Menningarsamningurinn sem að okkur fannst ekki nógu stór, ég held að við séum flest sammála um það. Það gekk nú erfiðlega að stækka hann og ég held að það sé ekki í bígerð að við fáum meiri pening þar, en það sem svo sem jákvætt og við þurftum kannski að fara að ræða betur að það eru einhverjar stofnunar að koma hingað norður, eins og Orkustofnun og Fiskistofnun og ég held að við þurfum að leggja ofur áherslu að fá fleiri stofnunar hér norður ef við að heita svokölluð svæðis höfuðborg. Í skýrslunni lagt til að Akureyri verði sérstakt byggðastig milli höfuðborgar og stærri þéttbýliskjarna á landsbyggðunum, fái auki vægi í samskipti við ríkisvaldið og hvað varðar almenna þjónustu við landshlutana í heild. Nýtt byggðastig muni hefðbundin hlutverka stærri þéttbýliskjarna bjóða upp á ýmsa þjónustu, mannlíf, menningu sem skarast við hluti höfuðborgarinnar. Eins og bæjarfulltrúi Hilda nefndi, þetta eru rosalega falleg orð á blaði allt saman. Ég bara vona að við munum hjálpast að minna á þetta alveg samfleitt. Ég veit að bæjarfulltrúi Gunnar lagði gríðarlega miklu vinnu í þetta, en ég ætla svo sannarlega að vona að með orðum fylgi einhverja aðgerðir út af því að ég með að vera í þessari pólitík hingað til þá eru margar stefnur. Þetta eitthvað sem gríðarlega jákvætt ef vel gengur. En mér finnst til dæmis margir litli hluti sem getur gengið miklu hraðar ef við að heita svæðisborg og ætla að nefna til dæmis bara hjúkrunarheimili sem ég vona svo sannarlega að fara komast í gang. En bara góð vinna og ég hrósa þeim bæjarfulltrúum sem komu að henni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sem næst tekur við máls Egil byrði hann að taka við stjórnum og gefa mér orðið. Já, til máls tekur bæjarfulltrúi Halla Björk Reiðarsdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, orðið til alls fyrst. Ég held nefnilega eins og bæjarfulltrúi Hilda kom ágætlega inn á að borg, hvað þýðir það að vera svæðisborg og hvað þýðir það fyrir stærra samfélag, hvernig horfum við til höfuðborgarinn og hvaða kröfu gerum við á höfuðborgina og hverju komum svo til með að gera kröfur á okkur og hvernig ætlum við að standa undir því. Og ég held að það sé alveg bara, þetta ekki nýtt hlutverk, við höfum svolítið verið í þessu hlutverki en núna erum við kannski að fá viðurkenningu að því og það það sem ég finnst svo ánægjulegt að það alveg eins og það var bara tekin ákvörðun að höfuðborgin yrði Reykjavík og þar voru setta niður stofnanir og svo framvegis og skilgreint þjónusta, þá vonast ég til að það verði einmitt skilgreint þjónusta, aðgerðaáætlun verði sett fram og hvað þýðir þetta raunverulega, hverju eigum við að gæta, hvaða þjónusta eigum við að veita kannski ein fyrir utan höfuðborgarsvæðið og svo framvegis og þannig verður skýrara hlutverki okkar og okkar ábyrgð. Þannig ég held að þetta sé alls ekkert þannig að við duttum í lukkupottin, við fáum að vera svæðisborg. Við erum þessi stæðsti þéttbýliskjarni utan við höfuðborgarsvæðið, við höfum sinnt þessu hlutverki, við höfum svona pínu verið að kalla eftir í hvað þýðir það, af hverju erum við hér ein á stóru svæði og erum svona landsbyggðar hlutin af landinu, við erum langt frá Reykjavík, og Austurlandið ennþá auðvitað lengra, en getur sótt kannski þjónustu hingað, hvað eigum við þá að byggja upp til þess að þau þurfi ekki að fara alla leið til Reykjavíkur. Þannig ég held að bara orðir til alls fyrst og ég held að bara fagna þessu og enn og aftur, að ég var búin að nefna hérna bæjarfulltrúna sem tóku þátt í þessu, klárlega. Við erum ekki fyrst til þess að fara af stað með þessu vinnu, þetta kemur frá, þetta var í umræðinni eins og alla góðar hugmyndir, það er búin að vera lengi, það er enginn einn sem á þetta, en það eru allir sem koma að þessu á hverjum tíma sem mjaka málinu áfram og nú verðum að bara fagna næsta skrefi sem þá þessi ríkisstjórn sem tekur þetta mál þarna áfram, við verðum að kalla eftir aðgerðaáætlun, fylgja þessu vel eftir, alveg svo bæjarfulltrúi Heimir kemur inn á,
Þú veist, það er hérna mörg, við getum endalaust talið upp verkefni, þú veist, hvað okkur finnist augljóst að það er rétt að gera. En byrjum bara einhverstaðar og fáum aðgerðina áætlunina fram. Þökkum bæjarfulltrúi Höllu Friðriksdóttur, gefinni stjórn á fundunum. Takk fyrir það, næst tekur þú máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er reyndar kannski pínu fyndið að koma upp en ég get ekki annað en brugðist við því sem að bæjarfulltrúi Heimir Örn var að nefna hérna áðan. Það er alveg satt að við þurfum að leggja mikla áherslu á að fá aðgerðaráætlun og að þetta þýði eitthvað. Hann nefndi fjölmörg dæmi eitthvað sem hefur ekki tekist þá hjá síðustu ríkisstjórn. En ég ætla nú að taka upp hanskan fyrir ríkisstjórn vegna þess að það var líka fullt sem að var gert. Og mér finnst ofboðslega mikilvægt, alveg sama hvar flokki við komum og ekki síst þegar við störfum á sveitarstjórnarstiginu, á sama tíma þegar við viljum setja niður fast fótinn og ætlast til góðra hluta, þá finnst mér í allan að renna blóði til skildunar að minna okkur á að það voru risa aðgerðir teknar, meðal annars að mínu viti vegna stöðu okkar og sérstöðu sem Svæðisborg. Og þar vil ég helst nefna flugstöðina og flughlaðið sem var risa aðgerð og þó ég hrósi þá fyrrum ráðherra aftur sem að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og síðan fleiri sem að hafa verið óþrjótandi að berjast fyrir flugvellunum á Akureyri, bæði þingmenn og aðrir. En þarna komu miklu peningar í flugstöð, flughlað, aðflugsbúnað og fleira sem við auðvitað börðumst fyrir og ekki bara við, heldur fleiri, Markstofu Norðurlands og fullt af þingmönnum og kjörnum fulltrúum og það er með það eins og svo margt annað, það er ekki hægt að segja að það var það var samstaðan. Og það er það sem ég held að sé svo mikill lærdómur fyrir okkur, er að þar sem við náum að vinna saman, þvert á sveitarfélög, þvert á flokkapólitík, að fagmennsku, við undirbúning og þannig verðum við trúverðug og þannig mjakast málin áfram. En það er ekki nóg með að það hefði verið þarna gríðarlega framkvæmdir við flugstöðun og flughlaði sem að gjörbreytti því hvernig möguleikar yrðu til millilandaflugs. Þó það vanti ennþá. Ég vil ennþá sjá jöfnun og eldsneytisverði á flugi að það sé jafn ódýrt að tanka, eða jafn dýrt ef við viljum tala um það bensín, það sé jafn dýrt að tanka og Keflavík eins og Akureyri. Þetta er alveg gríðarlegur flöskuháls fyrir okkur með mögulega uppbyggingu. Og auðvitað viljum við gera betur þarna. En það er líka fyrirhuguð sem að síðasta ríkisstjórn fór á stað með og þessi ríkisstjórn ætlar að halda áfram með sem er gríðarlega mikilvæg uppbygging og nýbyggingu sjúkrahúss á Akureyri. Það kom ný heilsugæsla og réttilega hafa störf eins og bæjarfulltrúi Heimir nefndi, hvort sem það er þá eins og hjá Orkustofnun, Fiskistofa, skatturinn. Það er fullt af hlutum, hvort sem við viljum tala um þessars ríkisstjórn eða síðustu ríkisstjórn eða okkur eða þau og allt þetta. Það er bæði fullt af hlutum sem hafa gerst, meðal annars held ég vegna hugarfarsbreytingar og trú á þessu svæði okkar, en við eigum ekki að slá neitt úr því að við ætlum lengra og við viljum halda áfram og gera meira. En ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur líka, að minnst okkar er það sem maður hefur heyrt í samskiptum þá sérstaklega á síðasta kjörtímabili, þetta er svo nýverið hafið, að við verðum einhvern veginn líka staldra við og taka eftir því þegar vel er gert. Taka eftir því þegar að við sannarlega fáum viðbrögð við því sem við höfum verið með gríðarlega áköllum. Vegna þess að við verðum kannski svolítið fljóta að gleyma því, en við erum líka oft ansi mörg ára að berjast fyrir því. Þannig að eitthvað svona bilbeggja mæli ég með. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki málsins og orðið er laust. Sem fleira ekki hvað því hljóðust þeir sem geta samþykkt bókunina gefið merkin. Það er öll.